Það 4-2 tapinn á móti Völsungi bara lítur að vera bara hrikalega svekktur svona beint eftir leik. Já, ég grautfúll. Við vorum ekkert sérstakir í þessu leik, en við líka bara fjöldinn af kannski einstaklingsmistökum var okkur ansi dýr í dag. Þegar við náum að setja mörk á það og gera leik úr þessu, þá skora þeir innan við mínútu síðar í bæði skiptin, sem erfitt að kyngja. En það var svo sem við vissum það, við erum með ungt og reynslu lítið lið og það var svo sem við vita að það myndi koma hauskúpu dagar, þannig að við þurfum að nýta þetta til að læra af og bæta okkur. Ég meina, 2 mörk sem Völsungur skora í dag koma beint eftir að þið náðu að minnka munin, sérstaklega undir lokina sem að kom alla mínúta. Það var ungt lið, 18 ára meðalaldur á bekknum og 23 ára byrjunarlið og spilaði það kannski svolítið inn í bara svona aðstæður í dag? Já, ég veit ekki. Það sem tilfinningin mín var svo að með aðeins meiri kænsku og mögulega fleiri leiki á bakinu þá hefðu við komið okkur út úr aðstæðum áður en að þær verða of erfiðar, sko. Ef það meikar sens. Við hleypum þeim í stöður sem við erum að tapa boltanum þegar kannski menn að fá hann í stöðu sem ekkert að fá hann. Það ekki nauðsynlegt. Við þurfum að vera klókari, miklu klókari og það kemur náttúrulega bara með spiluðum leikjum. Og ég vænti þess að mínir menn verði æstir í það að svara þessu í næsta leik. En þetta þungt í dag, mjög þungt. Hvað tapast þessi leikur á þínum mati? Bara hvað svona og bara ferð aðeins yfir leikinn í huganum aftur beint leik? Bara hvað hefðu þið átt að gera betur í dag? Við átt að skora úr dauðafærunum 2 sem við fáum í 0-0. Fáum algjört dauðafæri, 1 á móti markmanni og fyrir opnu marki. Klikkum á því þeir skora eftir að leikmaður hjá mér rennur með boltan og þá fannst mér menn panikara svolítið og leið illa og eru litlir í sér. Við náum aðeins að herða okkur í hálfleik og seinni hálfleikur náttúrulega bara fer fram á vallarhelmingi Völsungs en við sköpum okkur sama sem ekkert. Þannig að þetta er ýmislegt sem ég er óánægður með akkurat núna. Það var svona kannski frekar út í mörk, svona svolítið auðvelt kannski fyrir Völsung ofta á köflum ekki bara í mörkunum, heldur fenguðu bara nokkur færi sem kannski þið gefið þeim svolítið, bara á silfurfati. Og tek ekkert af þeim, bara virkilega flott hjá Völsungi og þeir eru bara búin að standa sig vel í sumar og ég ætla ekki að tala niður til þeirra að nokkur leyti en ég er engan síður sammála því að við vissum hvaða styrkleika þeir hafa, vissum að hraðanum í Jakobi og vissum að það var ákveðnir staðir sem að við mættum ekki tapa boltanum. Og hvað myndi gerast þegar við myndum tapa boltanum en við náum ekki að koma í veg fyrir það og töpum sanngjarnt. Næsta leikurinn framhaldið bara því núna kannski 2-3 leiki þangað til deildinni hálfinu og eru búin að spila á móti öllum liðum eða inn í leika móti inn í Keflavík sem var frestaður. Næsta leikur móti ÍR, bara hvernig leggst þið framhaldið með þessa byrjun? Bara vel, við erum bara í ferli, við erum bara að reyna að vera betri og læra hverjum leik. Það verður stór lærdómur vonandi sem menn draga þessu. Fullt gott í þessu leik líka, við tökum það ekki af mínum mönnum að það var ekki uppgjöf eða neitt annað, það vantaði kannski smá sjálfsberga viðleitni bara á köflum. Fáum Adam núna inn, búin að sakna hans og erum ánægðir með það en við erum bara sjálfsögðu alltaf spenntir að spila við liðinu hvað þá topplið og útivelli. Takk fyrir vel.